Komið sæl, þið sem að horfa eða hlusta. Hérna er kalda potturinn þessa vikuna. En mér langar til að benda á það að kannski glöggir áhorfendur, ekki áheyrendur, en áhorfendur að tekið eftir því að við erum á flunku nýjum stað. Við erum stödd hérna í Blómaborg í Hveragerði, takið eftir ég segi Hveragerði og les háið, þetta er ekki Hveragerði, þetta er Hveragerði. Þetta er svolítið atriði. Og ég gleymi alltaf að þakka þeim sem stutti baki á mér í þessu. Það skal fyrst nefna, ég er náttúrulega hámóðins hérna í lífastressi upp úr og niður úr. Agla Gósker gefur okkur jesúlaði, svo að við tökum borð lífsins elixír. Og já, og takk Blómborg fyrir að hýsa okkur. Ástæðan fyrir ég flutti þetta heiman, semst af sviðinu heima hjá mér, var það að ég var svo leiður á því að vera alltaf með vinnuna heima hjá mér. En við erum stödd í Blómborg í Hveragerði eins og áður sagði og hérna hjá mér er staddur engin annar en Sigurður Páll Sigurðsson. Vertu velkominn. Takk fyrir það. Þú ert einnig þekktur sem Siggi Palli. Ég er alveg betur þekktur sem Siggi Palli. Betur þekktur. Já. En þú ert illa þekktur sem Dr. Pull. Ég er mjög vel þekktur á einu heimili. Nú, hvað er það? Það er alltaf ekki heima við þér. Velkominn. Takk fyrir það. Heyrðu, það er tradisjón, sem maður átti í íslenskuna, það er að skála í þessu lífsins elixír. Jesúlaði. Jesúlaði. Já. Það verður allt miklu betra á eftir. Stólunum, friskandi, Þetta þéttir- fyrirgefning að ofan. Þéttir hægðirnar, Þéttir hægir. málþroska Ekki veitir það. og heyrinn. En, förum í upprunan. Góður drukkur. Þetta var rosalega góð byrjun. Fannst þér ekki takast vel upp þegar kynna þetta? Jú, fyrir Það var að þú gerði áður geggjað. greinlega. En förum aðeins í tímavélina. Já. Dr. Pull, 13. desember 1968 fæddist drengur. Af sögn foreldra íðilfagur og velgefinn drengur. Sem fékk nafnið Sigurður Páll, a.k.a. Siggi Palli. Kendur við Sigurð. Hvað er búið að gera síðan? Á ég ekki bara að taka við núna og klára þáttinn? Nú setjum ég bara gáman að pósuna. Hvað höfum marga að taka við það? Við getum verið inn í viku. Okay. En skautum hrætt yfir þessu. Ég veit að þú bjóst í Laugarnesinu sem kornabarn. Ég fæddist þar Fæddist á þar? Kleppsveginum. Nei, fæddist á Landspítalanum. Ég fæddist á Landspítalanum, en og fórst fyrsta 1,5 árið held ég bjó ég á Kleppsveginum Já. og á ekki eina minningu þaðan. Nei. En þá flyttum við upp í Moselsveit sem hét þá Já. og ástæðan svo að pabbi var svona hestakall og hann átti þennan íslenska draum að eiga einbýlishús og hesta. Og hann fékk þetta risastórt tún frá Helgafelli í Mosó, þar sem var gamalt hesthús með 4 bása og lítilli hlöðu og þar var hús byggt sem var kallað Fell. Já. Og? Já, nema hvað, sem sagt ég á mína fyrstu minningar úr bragganum. Við erum líklega síðustu braggabúar Íslands, í þeirra merka við byggum í orginal herbragga. Sem var rifinn eftir að húsið var byggt rétt fyrir ofan braggan. Og en síðan vildi það til að verðbólgan rauk upp á þessum tíma og til að halda húsinu þá var pabbi að selja hestana og þar með var sá draumur farin, en við byggum í húsinu síðan í 13 ára eða maður rétt, 12 eða 13 ára. Þannig öll þín bernska meira minna er Moselsveit sem þá hét. Nákvæmlega, bara gúmmístígvél og móar og... En ef við hoppum beint inn í grunnskólakerfið, hvernig barn varstu í gegnum grunnskóla? Myndu þú vilja eiga þann gaur? Já, ég hefði viljað eiga þann gaur, en þá hefði ég kannski líka stigið öðru sig inn sem faðir, heldur en faðir minn gerði. Þannig að ég held að með réttu aðhaldi og ást, að þá sé hægt að gera úr meiri segja erfiðum drengjum sem er ágætis þegna í samfélaginu. En það þarf að leggja vinnu í það gerist ekki sjálfur sér. Takk eftir ég nota orðið óknittir. Óknittir. Rammíslenskt orð. Varst í óknittum? Einhverjum óknittum. Ég var, má segja ég hef verið prakkari. Ég gerði skammarstrik og ég var erfiður nemandi. Kennarinn minn á sínum tíma, það var leyft í skólum þá, hann tók mig og hendi mig þvert yfir skólastofuna stundum. Þegar hann misti sig. Já, reif mig upp á eyrunum og hendi mig stundum stofuna þegar hann var að koma mér út í horn
Og og ég veit eins og ég var erfiður nefandi, ég var líka sko á 10 ára grunnskólagöngu var ég í 7 skólum. Þannig að það spila kannski inn í, ég var svona dálítið út um allt og við byggum úti líka, byggum til Þýskalandi, þar var ég í 2 grunnskólum. Þannig ég var svona dálítið Já, en af hverju var þessi flækingur? Ég byrjaði í Ísaksskóla því að 5 ára, tók svo 6, 7, 8 og 9 ára bekk í Varmárskóla, tók svo 10 og 11 ára bekk út í Berlín í 2 skólum, kom svo aftur heim, fór aftur í Varmárskóla, fór svo í Gaggómos, fór svo í Austurbæjarskólann þegar við fluttum í bæinn, þegar mamma og pabbi skildu og fór svo í æfingadeild Kennaraháskólans síðasta árið. Þannig að mikill reyting var á mér. Já. En þú varst í Berlín hvað í 2 ár? 2 ár, já, 2 vetur. Og hvernig gekk þér að fóta þig þar? Þar varð ég öllum til mikillar undrunar varð ég fyrirmyndanemandi. Þar gekk ég. Já, skólakerfið þar er bara margfalt agaðara heldur en á Íslandi. Það er þýski aginn? Þýski aginn. Allt í kassa? Já. Og ég mátti ekki ávarpa kennara mína með fornafni, ég þurfti að kalla herra og frú. Já. Þess að þegar ég var kennari, lítið ég kalla mig herra Sigurð. Bara svona, hvað ég segja, svona... Það voru ekkert allir að fíla það? Nei, það var einn og einn svona sem það stakk. Það er bara 2 aðilar á Íslandi sem ég láta kalla sig herra, það er forsetinn og biskupinn. Já. Og mér var nákvæmlega sama, það var bara svona nicknamið mitt, þú veist. Það var grín meira, ég meina þeir sem föttu ekki grínið, þeir áttu það bara sjálf á sig. Nákvæmlega. En þú kemur frá Berlín og þá ferði í Gaggómos. Já. Og rúllar því upp með 10 öllu. Nei. Ég er rétt slefað alltaf með allt. Einhvern veginn, ég veit ekki. Varstu þá komin í óknittir? Ég byrjaði óknittum í ungur, já, ég komin í óknittir þá og var... Hvernig? Þegar við byggum út, sko, við byggum í Greiklandi og Þýskalandi. Því ég var 11 ára, stæl í fyrsta bílnum mínum í Greiklandi. Fór á fyrsta fyllerið mitt 9 ára. Nei? Í Greiklandi, jú. Hvernig fór það? Þannig að, já, ég fór, sko, pabbi var fararstjóri, mamma var fararstjóri út í Greiklandi. Og þau fóru með hóp í einhvern víngarð, það var svona einhver vínhátíð og það voru tunnur út um allt og þú bara komst inn, það fékkstu glas og litla könnu. Og ég hintaði að fá eitt glas og fá að smakka. Ég hafði nú verið að drekka, sko, sumarið að ég var á Búgarði eitt sumar í Greiklandi, í Kórundu. Og þar var mér geðvalt blandað rauðin með vatni með hátíðismatnum og kvöldmatnum. Þannig að bragðið af víni var mér ekkert ókunnugt. Þannig að ég vildi fá að vera með í þessu garði og svo var mér bara sleppt lausum með eitt glas. Svo fann ég þetta dýrindis sæta rauðvín sem mér fannst bara að vera eins og berjadjús. Og ég bara þambaði það og svo bara var ég blindfullur. Og það var fyrst, nei það var annað fyllir, það var 11 ára fyrirgefðu. Fyrsta fyllir þá fór ég með Stefáni Jónssoni mínum sem er hérna leikstjóri. Fór ég með honum með strætó niður í miðbæ Aþenu kvöld. Fórum með tífúli þar. Og fyrstu verðlaun í einhvern svona vassbyssu skotleik var rauðvínsflaska. Og mér var bara rétt hún, 9 ára gamlum. Og ég smakkaði, það fannst það mjög gott og gaf Stebba smakka og Stebba fannst ekkert merkilegt, þannig ég bara kláraði flöskuna einn. Og þegar ég skilaði mér heim aftur með strætó, þá var ég dauð að drukkin. Það var fyrsta fyrirlin, 9 ára. En foreldrarnir í þessari mynd, var þetta ekkert umræða eða 9 ára gutti? Nei, hún var bara að hissa þegar ég mætti og út að borða með fullt af fólki þegar ég kom aftur heim. Og ég mætti og mamma bara, hvað er að sjá þig, hvað er að þig, drengur? Og ég vissi ekkert hvað er að mér. Og svo allir fatt að bara byrja ertu fullur. Þá sagði Stebbi það, já, hann var einhverja rauðvínsflösku sko, hann drakk það. Hann er 9 ára? Já, 9 ára, já. Ég var alltaf pínu sjálfvala, ég var yngstur af 5 bræðrum. Já. Og ég held að enginn af mínum bræðrum hafi fengið svona kannski minni athygli að mörgu leyti. Ég fekk bara alltaf, þau voru vöni bara strákandi bjarga sér. Þannig ég var yngstur og ég var svona að mörgu leyti bara sjálfvala. Ég fór bara út þegar mér sýndist og kom heim nokkurn veginn þegar mér sýndist og ég var aldrei spurður hvar ég var og hvað ég var að gera. En hvað varst að gera? Ég var alls konar, ég var að leika niður í Álfarsversmiðju og ég var bara út í fótbolta og á hjólinu mínu eitthvað að þvælast eða vorum að lappa upp á Helgafell eða út í Móa og kveikja sinur eða hvað sem maður gerir ekki í sveitinni. Já. Þannig að... Sem þekkist ekki í dag, úti með krökkunum? Nei, og krakkar út að leika sér saman, það er... Þú setja krakkar heim í tölvunni og... En hvað tekur við í kjölfarið því? Ég meina að þú klárar Gaggó í Mosó. Ég tók fyrsta bekk í Gaggómos, svo tók ég annan bekk, annan af Gaggó í Austurbæjarskólanum og svo síðasta árið, þegar 15 ára, tók ég æfingdeild Kennaraháskólans. Já, þannig þetta er orðin hvað sagðirðu, 7 skólar? 7 skólar í allt, já.
Þú ert komið með þetta svokallaða gagnfræðapróf, Já, 10. bekkur. já, kláraði samnefndaprófin. En hvað tók við af því? Þá byggum við niður í miðbæ, ég svona líka ekki Með móðinni? Með mömmu, já, eftirskilnaði. Þau skildu því hún 13 ára og mamma seldi húsið og við fluttum á Skólavörðustíg 12, beint á móti gamla fangelsinu. 101 Reykjavík. Já, þannig ég er mikið bland af sveitarstrák og miðbæjaróttu. Þannig að og miðbæjarinn Reykjavík á alltaf mjög mikið í mér. Þannig að þar stígur þessu að vera barn og upp í að vera unglingur og fullorðinn maður. Ég bý í miðbænum alveg þangað til ég er 22-23 og eins og segi, þar var mitt líf og félagslíf og vinir og byggum niður á Skólavörðustígum segi, þannig að minn hverfisskóli var MR og pabbi hafði fyrir MR og bróðir mömmu hafði fyrir MR og þetta var svona pínu svona family thing. Family thing, nákvæmlega. Og mér skilst að MR væri besti skólinn og bestu fyrir mig örgulega því það væri mest í svona ægin og stífasta kerfið. Þannig ég fór í MR, meðan hans eins og því að þetta var hverfisskólinn og kláraði hans síðan þarna 4 mánuðum seinna, rétt slefaði, og ég var mjög góður í reikningi síðasta árið því ég var alltaf að reikna hvað ég gæti fengið lágar einkunnir í síðustu prófunum til að ná samt. Til að fá húuna? Já, til að þurfa ekki að leggja of mikið á mig. En sagan á götunni er svo, sko, pabbiðinn, heitinn, Sigurður A. Magnússon, rithöfundur, landstækt nafn, að það er saga úr, sem sagt, MR, sem hún verður að segja okkur. Það er með ritgerðina góðu. Já, alveg. Segðu okkur söguna því. Það var þannig að það var sérst í íslensku, á síðasta ári held ég að verið, þá var verkefni að við áttum að lesa, við gáttum valið 5 rithöfunda, 5 bækur sem sagt, 5 mismunandi rithöfunda og áttum að skrifa sem sagt raunverulega greiningu á bókinu. Við áttum að lesa bókina og ritgerð átti að fjalla hvert er höfundur að fara í þessari bók, hvað er hann að reyna að segja. Hvert er höfundur að fara með verkinu? Já, hvaða sögur er að reyna að segja, ekki bara að lesa, heldur lesa líka milli línana, hvað er höfundur að reyna að skilja eftir, hvað er hann að reyna að segja okkur, skiljum við. Og einn af þessum 5 höfundum var pabbi. Og ég náttúrulega valdi pappa, eðlilega, en íslenskukennarinn hafði ekki hugmynd að þetta væri pabbi minn, sem var gott. Þannig að ég fer heim og byrja að lesa bókina hans pappa og ég náði að lesa held ég, ætlaði að hafa svona 1/4, 1/3 af bókinni. Þegar það var komið að því, ég þurfti að fara að skila ritgerðina bara daginn eftir. Og ég var í panik, hvernig átti ég að skrifa ritgerðina bók sem ég var ekki svona hálfnaði með að lesa. Þannig ég hringdi bara í pappa og sagði, pabbi, ég er að skrifa ritgerðina bókina en það getur þú sagt mér, ég á að segja hvað þú ert að fara með þessari bók, hvað ert að reyna að skilja eftir, hvað á sagan að kenna mér og lalala. Og pabbi byrjar að segja mér gegnum símann og ég byrja að handskrifa niður til að fá punkta til að setja í ritgerðina. Sér var svo flóki, ég var alltaf að stoppa hann, það var svo flóki að gera gegnum símann, ég sagði, pabbi, hann bjó upp á Barónstíg, ég kem bara til þín. Og ég rúlla til hans eins og skot og sest inn hjá honum. Pabbi var þannig, hann vann alltaf til 4 á nóttunni og svaf til hádegis. Það var hans vinnutími, hann byrjaði oft að vinna 8 á kvöldin og vann til 4 á nóttunni. Þannig ég hitti hann þarna á hans raunverulega vinnutíma. Þannig að ég var ekkert að halda hann vakandi, þannig að við setjum í stofu og byrjum aftur. Og ég byrjaði að reyna að punkta niður það sem var að segja og ég hafði ekki undan. Þannig að ég sagði, pabbi, ég var eftir að setja pikkið allt inn. Hann sagði, hvað meinar þú? Og það skilir sér fyrramálið, ég sagði já. Þá setjum það bara beint, fyrir bara beint og pikkjum það beint inn og þetta var á því tíma það voru ekki komið tölvur. Pabbi var bara svona ritvél, rafmagnsritvél. Var hann á ritvélinni? Nei, svo enda með að við förum og hann byrjar eitthvað að líða mér yfir, ég er eitthvað að byrja að pikka og var ekki góður í því, en pabbi er náttúrulega miklu vanari, segir rithöfundur. Þannig að enda með að pabbi segir, ég skal bara skrifa þetta, ég skal bara setja ritvélina og ég settist bara með þessi 2 blöð sem voru komin að hvað og pabbi bara satt síðan og ég bara fór að fara í pappa kaffi og bara sá að fara vel um hann og svo bara satt pabbi í 2-3 klukkutíma og bara skrifaði ritgerðina einhverja. Hvert höfundur var að fara með þessu bókmenntaverki? Raunverulega. Já. Þannig að þarna gat ég ekki fengið betri mann til að fara í það. Og enda með því eitthvað 4-5 morgun þá er pabbi búinn að skrifa alla ritgerðina og ég bara kvitt undir hana og skilni daginn eftir til íslenskukennarans. Mjög hróður og vissum það að ég fengi 10. Nema hvað, svo fæ ég ritgerðina tilbaka einhverju viku seinna og fekk ekki nema 7. Og það var undir textið, það var síðast 7, með þess að 7 mínus segir maður rétt. Og undir hafði kennarinn skrifað með rauðum penna
þú hefur greinilega ekki alveg átt á því hvað höfundur var að fara í þessu verki, eða í þessari bók. Það var höfundur sjálfur sem skrifaði skrifaði ritgerðina. bókina, já. Og ég fór með þessa ritgerð síðan til pappa og sagði, pappi minn, þú fékkst bara 7 þín eigin bók. Og hann bara, hvað meinar ég? Ég sagði, já, íslenskukennari veit betur en þú. Þannig að pappi, þetta var mikil brandara saga fyrir pappa alltaf, að pappi skrifaði ritgerð sína eigin bók og fekk ekki nema 7 hjá íslenskukennaranum í MR. Þannig að ég sagði kennaranum aldrei frá þessu, þetta var bara brandari fjölskyldunni. En nú er þetta out in the open. Nú er þetta out in the open, en íslenskukennari, ég veit ekki hvort hann hafi ennþá vitneskju það að þetta hafi verið pappi minn. Og hún veit ekkert þessu sögurglega. Bara rithöndar sem er búin að skrifa sko 20 bóka. Já. Veistu hvað? 70 bækur. 70 bækur? Já. Wow. Sem hann hefur þýtt og skrifað. Já, vel gert. Já, nokkuð gott. En þú fórst slefaður út úr MR. Já. Þarna varstu nú svolítið komin í skralddeildina. Já, pínlítið, já. Já, bara aðeins. Bara aðeins. Já, ég var svona, já, allar helgar mér og minna var ég á Skarali og var í alls konar skrýttum félagskap og... Óknittur? Óknittin, já. Ég átti vini sem voru svona í alls konar brassi og vesinni og einhverju voru í innbrotum, það voru slagsmál allar helgar og það var svona, kultúrin þá sko að vera aðal slagsmálahundurinn á ákveðnum skemmtistöðum, þannig að þú varst frægur eins og í trafík þar sem við stundum, þar var vinahópurinn minn, þeir voru slagsmálahundarnir í trafík. Já, og... Slást yfir hverju? Bara að því bara? Hvað segirðu? Slást yfir hverju? Bara slást. Það var bara reiði boltar og strákar með óuppgjörð mál úr bernsku sem bara fengu út úr því að slást. Og ég datt pínlítið inn í þann gír að ég var í sveit á sömnum svona og var svona ágætlega hraustum með stærð. Og einhvern tíman kemur hérna 23 ára gaur, við vorum svo 17-18 ára, kemur 23 ára gaur úr klúbbnum og ætla sko allir að lækka rostan í þessum strákum sem eru konum með eitthvað nafn þarna niður í bæ. Þannig að hann mæti fyrir utan trafíking, hann bara til að lemja þessa stráka, bara til að skilja mig, útmá þeirra fræga orð. Setja á på plats. Já, og þessi gaur, 23 ára slagsmálahundur úr klúbbnum, kemur þetta niður og að lemja Jóhann vinn minn. Og ég var hérna komin vel í glas, átta mig ekkert aðstæðum, ég vissi það bara, ég þurfti að bjarga Jóavinnum. Og ég stekka á hann á strák og tek svona hálstak á honum og næja að draga hann aftur og einhvern veginn ná honum af Jóa og þessi gæri næður síðan takja á mér og dregur mig í einhvern stiga þarna og bara á hárinu og tuskar mig eitthvað til og skilur mig síðan eftir. Og ég var svo ölvaður og með sveið svo í höfuðleirið af þessu. Ég lagðist bara út í kantana og bara eldi úr mér yfir honum. Svo ég bara að jafna mig þarna fyrir húsvegg. Þegar ég síðan að gaur kom aftur, þá hafði þetta verið svo niðurlægjandi fyrir hann að þessi gutti, það var töluvert stærri en ég og miklu stæðilegri, að þessi gutti skildi hafa eitthvað verið að ráðast á hann innan allt. Þannig að hann ákvað það bara klára þetta mál, klára mig. Og berja þig sem sagt. Og berja mig, auðvitað. Og ég hef aldrei slegist að viti um það, bara eitthvað svona hálstak eitthvað gefst upp og svona, veist svona eins og strákagrið. Svo kemur þessi gaur og það bara adrenalínið gýs út í blóðið af mér og ég vissi það að annarkvort degi ég núna eða ég ger eitthvað. Ég vissi að ég myndi ekki sleppa hann kom bara vaðandi af mér. En ég sprett á fætur og stekk á hann og kemur hann óverulega með það, næja fella hann aftur á bak og svo byrjaði ég bara að kýla hann til að bjarga lífið mínu. Skilur mig, ég var ekki að kýla hann því að svo mikið hetja, ég var að kýla hann því að svo hræddur, skilur mig. Og ég kýldi og hann hékk alltaf í mér og ég var svo hræddur það að hann myndi ekki sleppa, hann myndi taka mig og berja mig í klössu, skilur mig. Þannig að meðan hann hékk í mér, þá kýldi og sagði hvert einskipti, slepptu mér, því ég var svo hræddur við hann. Og endaði við bara að kýla svo mikið, að hann endaði með að sleppa til að halda frandlið á sér. Og ég labbaði burtu og þarna varði ég hetja í þessum vinahópinum. Þarna bara var Siggi búinn að sanna sig inn í hópinn. Og þeir fögnuðu mér eins og bara... Undirheima hetja? Ekki undirheima, þetta voru ekki undirheima strákabætt. Þetta voru bara svona rótlausir, slagsmálastrákar, voru í innbrotum, byggu svona hér og þar einhvern veginn og kom allir að freka brotnum heimilum og ég varð allt í henni bara, eins og segi, ég var bara tekin inn í hópinn, bara ég stimplaði mig inn með þessu. Og eftir þetta komst ég pínt á bragðið með það að já, það er gaman að lemja, ekki vegna þess að það var gaman að lemja, heldur þarna fekk ég loksins einhvers konar útrás fyrir, innbyggri reiði og gremju bara frá ég var lítill krakki, ég var lent í smá einelti stundum, einn besti vinur minn hafði stundum
veist, kom illa frá mig og svona, píldi svona niðurlagt mig og foreldrar mínir og ég veist, yngstur af 5 bræðrum og hann öll þessi reið og gremja, hún braust út þarna og þarna komst ég á bræði með þetta. Þannig að ég var svona næstu árin eftir þetta, svona pínlítið, svona reiðibolti og leitaði mér að leiðindum, skiljum. Ég leitaði að finna svona, já, slagsmál og ég var alltaf með eitthvað svona mjög brenglaða réttlætiskennd. Þannig að ég passa á því ég byrjaði aldrei slagsmál, en ég ögraði mönnum nógu mikið þá til að þeir byrjuðu. Þá var ég alltaf í sjálfsvörn. Það var sko réttlæta. Já, þá var ég alltaf að verja sjálf mig. Þannig alltaf þegar að slagsmál voru búin, þá var ég bara búin að verja sjálf mig. Ég hafði ekki ráðist á neitt, það var ráðist á mig. Skilur mig? Þannig réttlæti alltaf í hausnum á mig. En hvað, ég meina, ertu að vinna með þessu eða hvað að gerast samhliða þessu eftir menntaskóla? Þarna var ég náttúrulega í menntaskólaverðina og svo á sumrin var ég bæði að vinna í Álafossúsmiðinu og ég var að vinna eitthvað ég var í fiski smá, ég var í sveithusumur. Ég var að vinna í Slipnum. Það var svona farandverkamaður, bara út allt. Já, svo jólin var ég að vinna svona, ég var að vinna í mál og menningu, svona eftirlit svona, veist, komið fyrir þjófnaði og var bara, sem fyndi að því ég sjálfur staðlar með hellingum málum mér. Og þú skuldi taka mig í það. Það á ekkert að hlæja núna, Palli. Nei. Þetta ekkert fyndið. Ég átti svona samt að tinna og lukkuloka, ég held að sko helmingurinn hafi verið stólinn og helmingurinn voru jólagjafir. Og hér með biðru? Og ég bið hér með alla bókaverslanir í Íslands afsökunar að þessu. Ég var svona, já. Þú varst mjög baldinn ungur maður. Já, mörgulegt, en frægasta kannski afrekið mitt, svona frægasta skammarstyrkið mitt var þegar ég var í Flatey, hefur þú það? Nei. Þegar ég átti vin sem, sonur Atla Heimi Sveinssonar, tónskáld, sem var mikill vinur pappa. Hann bauð mér að koma til Flatey, hann átti hús þar, og þar var ég að leika mér með Teiti, Atlasinni, vini mínum, sem sonur Atla. Og ég fór stundum að sigla á svona frambýri trillu með Palla sem var þetta í sveit á Flatey. Og ég hefði aðgang á þessari trillu, hún var bara hann í höfninu alltaf og ég var byrjað að reykja þetta náttúrulega, ég byrjað að reykja 11 ára. Og þannig ég 13 ára. Byrjað að drekka 9 ára og reykja 11 ára? Já. Efnilegur? Efnilegt, já. Og ég geymdi sígarettupakka minn borð í þessari trillu og stanst þangað til að reykja því þetta var skjól. Ég gæti farið inn í frambýruna og svona setustofa fremst og svona kaffiðastaða. Og það reykti og einu sinni tek ég Teit með mér á það niður og honum leiðist eitthvað meðan ég er að reykja, þannig hann fer eitthvað að fíflast í talstöðinni í trillunni. Og fyrir að kalla svona neyðakall eitthvað og gerði það mjög kjánalega. Þetta er ekki vel gert hjá hann. Eitthvað SOS eitthvað. Ég bara, nei, Teitur, ég skal sína hvernig það gerði það. Bara í talstöðina? Já, í talstöðina. Ég tók talstöðina og ég kallaði Mayday. Getur eitthvað bjargað, við erum að sökkva, við erum á, ég maður ekki hvað ég segi, við erum á 12 tonna trillu, erum 270 sjómílur norðvestur af Stykkishólmi, rákumst á sker, þar flæðir inn sjór, við erum að sökkva, Mayday, getur eitthvað bjargað okkur? Í alvöru fór þetta í talstöðina? Ég sýndi bara hvað ég var góð leikari, ég var bara að sýna honum hvernig hann átt að gera þetta. Fuck. Þá kemur allir bara svar, við gerum það sem við getum. Og ég skella og við springum á hlátri, það stóðs að fyndi, það var fundið einhvern vörubílstjóri einhvers staðar sem hefur heyrt þetta og nú fyrir hann eitthvað að kalla og áttur að gera sér algjör fíbli, allir þetta að hlæja hann, það enginn til að það, skilum við. Þannig að okkur fannst rosa fyndið að náði þessu gaur. Svo fyrir við í land og erum að leika okkur með krökkunum og við segjum þetta í stelpu þar og hún verið að geta neðakall og hún segir, já, þetta ekkert sniðugt. Vörubílstjóri, hvað málið? Svo fyrir hún eitthvað inn í kaffi, kemur út eftir kaffi og segir það, heyrðu, pabbi inni í talstöðinu og það bara verið að kalla út allt. Og það hefur bara bátar að sigla út á Stykkishólmi og landhelgisgæslan komið í þetta og björgunarsveitir og við bara, já, glætan og við heldum hún var bara svo fúla því hún fekk ekki vera með í þessu gríni. Svo fyrir hún í kvöldmat og allir Heimir búin að leggja borðið og svo kveikjar hún á kvöldútvarpinu og við setjumst og byrjum að borða. Og fyrsta frétt á gufunni það, neyðarkall barst frá Breiðafirði og það allir bátar Stykkishólms sigldir út að leita. 2 þyrlur frá landhelgisgæslunni og flugvél og björgunarsveitir og bara allt tiltæklið kallað út. Og þá föttu þeir, þetta sprakk. Þannig að við hlaupum beint út, reynum að halda andliti, klóra matinn okkar, svo fyrir við beint út og bara beint niður í bát að láta vita þetta hafi verið gabb. Og þegar ég kalla, læt vita, við erum bara 2 strákar að leika okkur, þetta átti aldrei að fara svona langt, þetta var bara grín og þetta var aldrei alvöru, skiljum við vorum bara að grínast
og kallið alla tilbaka. Það enginn skút að sökkva, við erum bara 2 strákar að fíflast. Þá kemur, við heyrum illa í þér, getur endurtekið. Og ég endurtek alla runna og aftur kemur, við heyrum illa í þér, getur endurtekið. Ég endurtekið 3. skipti og þá kemur aftur. Heyrðu, það eitthvað slæmt samband, getur endurtekið einu svona enn. Þá fatta ég, það eitthvað í gangi, þeir eru að tefja mig þarna. Þannig ég skell á, ætla að hlaupa út, þá stendur Palli, sem var þá fullvaxinn fílendur kallmaður, grípur okkur 2, Palli sem hafði semst kaupað með mér, sem hafði afgangaskúturinn með mér, eða hafði siglt með mér, og hann greip okkur 2 þarna. Þá voru þau á sveitabænum fyrir ofan, sem áttu trilluna, þá voru þá á rás 11 eða eitthvað, þau eru heyra niðarkallið, svo voru komin á rás 24 eða eitthvað, þau eru heyra mig kall aftur, þannig að það var augljóst, við vorum mjög nálægt, fattar mig, sama kall, sömu strákar, þá skilum við, þau geisluðu það út, að einhvers staðar talstöð sem einhverju komast í. Hvar talstöð sem einhverju komast í? Það var föttara, niður á bryggju, á Flatey, þar eru bátarnir. En hann var sendur svo gott og hann grípur okkur. Og ég enn þann dag í dag í ævilöngu banni frá Flatey, í Breiðafirði. Mátt ekki stíga í eiguna? Nei, þó ég hef En hvernig það fyllt eftir? En ég fær nokkru sinnum síðan og það svona... Ég var með þér á Flatey fyrir einhverjum árum síðan. Ég veit það, ég búinn að fara nokkru sinnum síðan, það búið að gleyma þessu, skilur mig. En gamla fólki hefur ekki húmor, það man ennþá eftir þessu og það hefur ekki húmor fyrir því að ég sé að koma þarna þá eftir það sem ég gerði þarna, þetta skammast þig. En staðan var svo að rannsóknarlögreglan var sett í þetta. Ég var sendur náttúrulega strax í land, Teitur líka, í yfirheyrslu rannsóknarlögreglunni og staðan var svo að mamma og pabbi átt að borga þetta útkall sem á þeim tíma kostaði held ég 12 milljónir sem var andvirði húsins okkar upp í Mosó. Þannig að getur ímyndað hvað kostar einbýlishús í Mosó í dag? 100 milljónir. 100, já svona, já, 4 setubrekki, stóru landi og allt það. Alltaf ekki 150 milljónir í dag. Útkallið kostar sem strömmverulega 150 milljónir á núvirði og þau átt að borga þetta og ég átt að fara á upptökuheimili á Austfjörðum. Það átt að taka mig af þeim, ég var gjörsamlega, þetta var þeim tíma þegar mikið erfiðum drengi voru sendir mannstu á upptökuheimili. Þannig ég átt að vera tekinn af foreldrum mínum og þau átt að borga, sem sagt missa húsið sitt til að borga þetta útkall. Og við fórum í yfirheyrslu rannsóknarlögreglunni og þar gáum við bara sanna og rétta skýrslu um allt. Og þá sáu þeir það sem bjargaði okkur var það að við höfum farin í bát og leið og við heyrðum fréttirnar og fórum létu vita að það hefur verið gabb. Þannig að það sýndi þetta var óviljaverk. Þetta sýndi þetta var bara... Óviljaverk innan gæsalappa? Já, óviljaverk að þetta færi svona langt. Við ætlum að grínast í einhverjum og við ætlum ekki eins og að grínast í einhverjum. Ég var bara að sýna um hvað þetta gera neðakall. En einhver svaraði og það fannst okkur að fyndið og við náðum einhverju sveitakalli en síðan sprakk þetta svona algjörlega... Vá, þetta hefur verið risamál. Þetta var rosamál á þessu tíma. En við sluppum. Nú er rétt tíminn að biðjast afsökunar á þessu. Já, nú ætlum ég að biðja, já, allar björgunarsveitarfélaga og alla í Breiðafirði afsökunar á þessu framtaki mínu. Það sé ekki allir farnir sem mundu þetta? Já, ég veit ekki að það er náttúrulega flestir. Magnús bróðir, þú veist að bróðir minn, hann er giftur konu sem á ættir að reykja til Flateyjar og þau eiga sömurhús þar og í hennar fjölskyldu þykir þetta ekkert gamanmálulegt. Þetta er ekki sagt í boðum Nei, það er ekki grínast með bróðinum á mákonum? Nei, þetta er svona svartu blettur á sögu Flateyjar og ég setti blettina. En slappstu við málið? Var það bara fellt niður eða? Já, út af því að við sýndum fram á að þetta var bara bandaskapur og óviljaverk að það ákvað að sleppa málinu og foreldrar mínir héldu húsinu og ég var ekki stimplað sem vandræðalingur. Hvernig leiðið með þetta svona eftir á? Þetta var sjokk, ég gerði mér aldrei almennilega grein fyrir alvarleikanum, skiljum. Ég var náttúrulega bara 13 ára pjakkur og fattaði ekki hversu alvarlegt það var en seinna meir náttúrulega áttaði mig betur á því en á þessum tíma voru náttúrulega aðalega foreldrar mínir sem áttu þess alvarleikanum. Þú er ekki mikið jólagjafir það árið? Nei, ég fikk kartöflur. Hráa kartöflur. En eftir menntaskólan þá tekur við hvað? Þú ferði eitthvað þvæling til Grikklands og eitthvað? Ég byrja og ég kynnist stelpu og við förum að búum saman í 1 ár og ég fer að bara vinna og ég er að vinna sem farandssölumaður á Rykssugum, svona með stóra áltösku og fór í heimahús og... Svona door to door? Door to door, eins og í Ameríku. Í alvöru? Þetta var alveg bara bankaði eða maður bjóði Rykssugum? Já. Ég fór bara í blokkir og ég var allan tíman nánast í engi hérna í blokkunum þar. Ég fór bara að dinglaði bjöllum og svo kom fólk til dyra. Það var með ákveðna svona frasa sem ég hendi fram, sem góðan daginn, Sigurður ég var að kynna þetta eldralúsugum, mætti ég koma inn í augnablik. Og ég gerði þetta þannig að fólk náði ekki öllum upplýsingunum, en svo að loka spurningin, má ég koma inn í augnablik? Og þá, meðan fólk var átt að síða það sem ég sagði, þetta var trikkið, þá sagði það já, og fattaði ekki hvað var að segja já við, eiginlega. Þannig ég var komin inn og leið út komin inn,
Var sala? Þá er sala, sko. Já, þú veist. Seldirðu margar ryksugur? Seldi ég alveg helling. Ég seldi einu á dag og þá kostaði þær 50.000 skall. Það var rosa dýra ryksugur, sko. Með teppabankara, þetta var svona sérhaus sem bankaði teppi. Ég seldi, og þá 50.000 skall ímdaði fyrir sko 30 ára síðan. Já. Það var bara svo 150-200 skall dagur eða meira. Og það er Rainbow-dæmi? Nei, það er bara eilatrús, venjuleg ryksuga, svona belgryksuga og bara með barka. Svo bara sér bankari og tengdi svona snúri við og það var svona mótor í bankaranum sem. En af hvað farið með þetta door to door? Voru ekki verslanir sem seldi þetta? Ég var á vegum verslana líka, sko. Svo fór ég að vinna í Fólkanum sem sölumæður eftir þetta. Ég var búinn að vera ég var í ryksugu sölumennsku einhverja mánuði og svo buðið mér að koma bara inn í verslun og selja þar alls konar heimilistæki og drasl. Og gekkstu svo frá sölunni bara inn í stofi hjá fólki? Já. Og skildi ryksugun eftir? Nei. Svo ég var alltaf með út í bíl, sko, 2-3 ryksugur, þannig ég fór bara í skotti og náði eina svona tilbúna í kassa. Ég var með svona áltösku sem var sér hönnuð utan sínis eininguna, sko. Ryksugusölum? Hæ? Ryksugusölum? Já. Þetta var góð tími. En Var það karriérpæling? Nei, ekki aldrei. Maður brennur hratt út í þessu. Ég var eitthvað, ég man ekki, 3-4 mánuði held ég í þessu, nánast daglega. Og svo bara brann ég og sagði bara ég get ekki, ég bara hef ekki orku. Það buðið mér að vera kennari, ég fór að kenna öðrum hvernig ég seldi og það var aldrei úr því, þannig að ég bara bauðst vinna í búðinni og var þar í einhver mánuði síðan. Þannig þú ert svona að vinna hér og þar einhver tíma? Já. En svo ferðu í meira nám? Svo fór ég í Myndlist- og handíðaskólann í 1 ár. Já. Og lærið þar, fór ég grunddeild, lærið þar grunninn að öllu, að skúlptúr, vinna með kol, gifs, akrílmálningu, olíumálningu, tréliti, vassmálningu og allt saman. Og eftir ár þar þá ákvað ég að yfirgefa land og þjóð og fann mér far með skipi. Ég átti engan pening, ég var alveg blankur út um orðið og langaði svo að fara til Grikklands aftur. Ég hafði alltaf verið svona færri regla á sumrin til Grikklands og Grikkland átti alltaf stóran hlut í hjartanu. Já, af hverju var það? Bara því ég bjóða því á lítill, ég var 9-10 ára. Ég var alltaf í Berlín á veturna og Grikkland á sumrin. En af hverju var það? Því pabbi var farastjóri niður í Grikklandi. Pabbi og mamma. Á sumrin, hvað var hann að gera í Berlín á veturna? Svo fekk hann styrk, rithöfundastyrk. Hann fekk hús og allt frítt. Gegn því að, hann bauðst að koma, búa frítt, þá leigðu út húsið okkar bara á Íslandi og fengum fína íbúð bara í Berlín. þar sem hann gat þá einbeitt sér, þurfti ekki að vinna aðra vinnu. Hann gat einbeitt sér að því að skrifa og í Berlín mitt skrifaði hann fyrstu metsölubókina sína, hérna undir Karlstjörnu. Já, það var bestseller. Já, það var bestseller það árið. Og svo fylgdu 4 bækur í kjölfarið á henni. Já, það er ævisagan hans raunverulega. Já, þessar fyrstu 5 voru bernskuminningar, frá 9 ára til 18 ára. Og svo eftir það gaf hann út 3 aðra bækur sem eru frá 18 og upp úr svona fullorðinsárin. Þegar hann er ritstjóri og þegar hann er hjá Morgunblaðinu blaðamaður og hans svona ævintýri heiminn. Hann fældist allan heiminn og hitti alls konar fólk og stjórnmálamenn og listamenn og skilmenn. En þú ferð með einhverju skipi til Grikklands? Ég fann mér sem sagt skip það sem þeir voru tilbúin, þetta var aldrei gert. En að raða svo skemmtilega upp að ég þekkti stelpu og pabbi hennar var skipstjóri á svona skipi. Ég hitti hann bara óvart niður í bæ, sagði henni hvað ég var að reyna að gera og hún sagði, já, heyrðu, pabbi hann er skipstjóri á svona skipi. Ég held að hann sé að fara til Grikklands. Ég bara, já, til að tala við hann. Kemur út að eiginkona hans var að vinna með mömmu á Farskrá hjá flugleiðum. Og hún sagði, heyrðu, ég held að maður, vinkonum minnar hérna, ég held að hann sé að einhverju svona skipi. Mamma, getur talað við hann? Þannig að 2 ár aftur kom dóttirinn og eiginkona til hans og sagði, það er þessi strákur þann Siggi Palli, hann langar svolítið að komast til Grikklands, hann á enga peninga. Hann langar til að vinna sér fyrir því, vinna bara um borð og fara úr skipinu í Grikklandi. Og hann samþýtti þetta með að gera þessa undantekningu. Það hleyði mér öðru skipafélögum þegar ég baði þau bara, þetta ekki að grínast. Þetta var gert fyrir 50 ára síðan, þetta er ekki gert lengur. Nei. Þannig hann sagði ok og hann réð mig og ég tók Pétur Bergmann vinn minn með mér. Hann langaði líka bara yfirgefa land og þjóð. Þannig að við réðum okkur saman, bara sem raunverulega hann var að okkur sem bara einn háseta. Þá unnum við bara 2 aðra liðina og fórum úr skipinu sérst í Grikklandi. Hvað er Grikkland? Í Píreus. Okay. Þannig við sigldum í mánuð frá Íslandi niður til Gibraltar og fórum þar í Sáta í Marokkó, það til Sikileyjar og Ítalíu og svo til Patras í Grikklandi og svo enduðum við í Píreus. Og hvað, bara þar fórum við bara land með lítið sem enga pening og við fórum og náðum ferju út í Sifnos
en ég sem ég hafði verið á áður. Og þar hafði ég kynnst svona smá innfættum. Og þar byrjuði bara labbum og leit okkur að vinnu og ég fekk vinnu á svona disco-bar og Pétur vinnu sem þjónn á ítölskum veitingastað. Og þar voru allt sumarið og svo haustið þá... Segðu mér, var þetta skraudlegt? Þetta var mjög skraudlegt. Hvernig skraudlegt? Það svona eiginlega krafa barþjóna allan á þessum tíma í Grikklandi að þú drakst með konunum. Já. Og ég átti mjög auðvelt með það náttúrulega. og ég byrjaði reyndar á því þegar ég hittar þá hafði ég enga vinnu og ég sest hjá hann eitthvað fá mig að drikka á barnum hjá honum og hann spyrir mig eitthvað út í límit hvað ég var að gera eitthvað. Ég segi ég var að koma á Nýldsandi og svona. Nú kanntu að mála og ég segi já, það er ok. Ef þú mála fyrir mig plötuumslag, eitthvað plötuumslag notaði mjög flott, á svona blómapotti á hliðinni brotin. Ef þú getur mála þetta á vegginn hennar, stórt, þá máttu drekka frítt í allt sumar hjá mér á barnum. Ég bara ekki máli, þannig ég bara fyrir og finn málingu í einhvern geymslu hjá honum og dýni saman og byrja að blanda og eitthvað og svo bara teiknaði ég upp myndina og svo byrja að mála og svo kláraði ég verkið. Hann rosa ánægður og bauð mér bara einum eða 20 setna, heyrðu ég er með partí hérna í kvöld, risa partí, getur komið og þjónað eitt kvöld? Ekki málið og ég kom og þjónaði og hann var svo ánægður með mig, hann réði mér bara þá eftir það öll kvöld, þannig að launin mín að drekka frítt allt sumarið hjá honum eiginlega hurfu að því sem barþjónn drakk ég hvað sem frítt allt sumarið. Þannig að ég vann hjá honum allt sumarið þetta og basically var fullur upp á dag og svo eftir lokuðum diskónu svona, þú veist, 4 á nóttunni þá var farið niður á annan svona matsölustað og borða til 5-6 og svo að vaknað miðjan daginn eftir einhvern kaffilitið og farið á ströndinni smá stund og svo bara kl. 7 þurfti ég að opna barinn og undirbúa. Þannig ég bara í þessari rútínu bara heilt sumar. Allt sumarið? Allt sumarið. En var þetta ekki orðið líjandi í lok sumars? Jú. Ég var vel þreyttur, það var að segja þess að þetta var... Varstu reiði gæinn? Nei, alls ekki. Þannig var ég nokkuð bara góðum gýr. Kom einhver svona smá að tökja upp á eitthvað út af einhverjum stelpum, eins og er oft. Jú. En svo haustið þá var ég búinn að safna mig fullt af tengiliðum. Ég búinn að hitta svo mikið af fólki frá öllum heimsóknum og búinn að fá heimboð þingað og þangað. Þetta er Ísrael og Þýskalands og Afríku og eitthvað svona. Og búinn að safna öllum tengiliðunum á þessu tíma og náttúrulega engin GSM-símar eða internetið eða neitt. Þannig að ég hafði með alla minn tengilið á fullt af miðum sem ég geymdi í jakkanum mínum. Svo bara næst síðasta kvöldið á eyjunni þá var jakkan minn stolið með öllum tengiliðunum. Þannig að öll ferðaplön mín, ég ætlaði að fara til Ísrael og fara að vinna á búgarið þar, búinn að fá boð þangað. Ég var bara að tína öllu og á þessu tíma gast ekki fundið neitt, ég gæti ekki haft upp á neinum, þetta var ekkert eins og í dag. Þannig ég var bara týndur, þannig ég fór aftur til Aþenu og ég var með stelpu sumarið, hlutasumrinu á eyjunni. Hún bauð mér að koma búa hjá sér í Aþenu þegar ég kemi haustið og ég bjó hjá henni til jóla. Þá gafst ég upp á Grikklandi bara á kuldanum og vosbúðinni í Aþenu. Hún er frekar köld og hávaðasöm og ekki skemmtileg borg á veturna. Þannig að ég náði að safna fyrir, ég vann á einhverjum barhandan í Aþenu í smá tíma og náði svo loks að korka mig fyrir flugmiða aftur til Íslands og kom þá heim. Og þá byrjaði ég að vinna á vídeolegu. Ég byrjaði að vinna hjá þér. Held ég. Ég vann hjá þér smá tíma þegar þú varst með kvikmyndafélagið hérna út í höttinni mynd. Já, sem frækti. Sölun var hjá þér, mástu. Alveg rétt. Þannig að eftir þessa Aþenudvöl þá kemur þú bara heim aftur? Já. Og hvað tekur við þá? Þá bara meira djam og djúseri. Var það rauða þema því í söllu saman? Það var aldrei, já. Á þessum tíma var þetta alveg, það var það sem hélt lífinu gangandi. Það komast milli helga, skilur mig. Já. Þannig að já, þú varst nú smá eftir því, þú varst stundum með mér á smá djamið þarna á þessum tíma. Já, og þú varst ég keypti mikið af sprútti af þér, þú varst sko þekktur sprúttsali á þessum árum. Kannski ekki þekktur, ég þekkti þig. Já. Ég átti besta vin sem var eitt stæðst í landasali landsins. Já. Og hann var með svona atvinnugræjur alveg og ég fekk alltaf hjá honum kassa af landa. Svo seldi ég minnir ég hafi sko selt 4 lítra til að eiga 1 lítir frían. Þannig ég drakk alltaf frít, þannig að aðgengi að þessu var nánast ótakmarkað. Það var bara, svo Ég man ennþá bragðið af þessu, þetta var skelfilega vont. Þetta var ekki gott. Maður blandaði þetta í kók og þetta var vont. Sprittabragða var alveg,
Ég drakk ekki svona aftur, það er alveg Nei, ég man eftir okkur tveim hérna einhvers staðar í bílskúr sem þú bjóst í blastandi stuðmenn tífóliplötunni og sungu með Akkurat. á hádegi á sunnutegið eitthvað. Nákvæmlega, södrandi landa. Já, síðan höfum við báðið skánar. Já, skánaði aðeins, já. Það er stílvitur á ára. En hvað svo? Hvað tekur við? Svo kynnist ég þarna á þessum tíma, einhvern tíma kynnist ég konu minni. Já. Sem ég síðan giftist og eignaðist þeirra stráka með og hún gift í 28 ára tæp. En þú ferðan í kennaraháskólanum, það ekki? Það er eftir í kynnist henni. Hún dettur inn á Miklubrautinni. Já. Og þá byrjuðum við að deyta og erum saman fram á haust þegar ég flytti inn til hennar. Þá segi ég upp Miklubrautinni og flytti inn til hennar upp í Gnúðavog. Og þá byrjuðum svona aðeins að taka stendur í lífinu aðeins í ábyrgari áttir. Og prófa að fara, ég fór þá og kenndi eitt vetur myndmennt upp í Gaggómós, gamla skólanum mínum. Og þá var gamli íslenskukennarinn minn, Ragnheiður Ríkharðsdóttir, hún var skólastjóri. Og réð mig í 1 ár þarna, já. Og eftir það, man ekki nákvæmlega líka hvað rauð þetta var, eftir það fór ég í iðnskólann og kláraði húsasmiðinn. Og síðan er ég svona hálf týndur, veit ekki alveg hvað ég vildi gera, þannig að ég fer upp í háskóla í svona áhuga próf og svara fullt af spurningum, einhverju nokkuð blöð af svona krossspurningum hvar áhuga minn liggur í hinn og þessu. Og útkoma var að mér myndi best henta að vera annarkvort yfirmaður í her eða kennari. Og það sem við erum ekki með her á Íslandi, og ég hafði engan áhuga því náttúrulega, þá fattaði ég það, já, kennarinn, því ég naut þess mikið að vera myndlistarkennari. Þannig ég skelli mig þá í kennaraháskólann og klára hann og tek verður raungreinakennari. Ég kenni eðlis- og efnafræði og líffræði og stærðfræði. Og fer beint til kennaraháskólann og byrja að kenna með kennaraháskólann, er að kenna þá upp í Hjallaskóla í Kópavogi og fer svo eftir ég útskrifast beint upp í Gaggómós og kenni þar í 3 ár. Svo fer ég í húsaskóla, kenni þar í 2-3 ár og svo tók ég svona forfallakennslu eftir það. Varst það fíla að vera kennari? Já, ef ég fekk í frið að vera kennari. Nú? Það var bara orðið þannig að agamál er náttúrulega í algjörum ólestri í íslensku skólakerfi. Okay. Það má ekki anda á krakka í dag. Erfiðir nemendur sem áður fyrr, ég var erfiður nemandi. Og þú manst það kannski, þú varst nú ekki léttur nemandi. Ég get alveg fullir það. Þegar ég var lítill, þú gerðir eitthvað aðeins í skólanum, þá fórstu heim, skjálfandur hræðslu það að kennararnir myndu láta foreldrar vita. Og þú vonar að þú komst heim að foreldrar myndu ekki frétta því hvað þú gerðir í skólanum. Þú lendir upp af við kennara, og veist eins og þegar kennarinn minn hendi mér í skólastofuna, ég vonaði að foreldrar myndu ekki frétta því ég vissi hvernig þeir tekið á því heima. Í dag fara krakkar heim og klaga í foreldrar sína. Og foreldrarnir fara inn í skóla, brjálaðir, yfir því að barnið þeirra hafi verið höndlað á þennan hátt, skilur mig. Skipti engum máli hvað barnið gerði. Það er bara hvernig kennarinn brást við. Það verður allt inn á fókusinn. Þannig að börnin sem eru að brjóta allar reglur, að níðast á öðrum krökkum og eru óalandi, óferjandi, loksins kemur aflinn í þeirra líf sem heitir kennari, sem er tilbúinn að taka á þessum málum, þá koma foreldrar og berjast gegn því. Og í 99% tilfella skildi ég af hverju nemandinn var svona þegar ég hitti foreldrarna. Skilur mig? Þarna lá ástæðan. Og skólakerfið var það hrygglust að í stað fyrir að standa við baki á kennaranum í því að taka á þessum agamálum, þá þorði ekki annað en að standa með foreldrunum gegn kennaranum. Þannig að kennarar einangrast í þessu. Og ég var mjög ástríðufullur kennari og ég vildi að krakkarnir sem ég kendi færu sterkir og heilbrigðir einstaklega út í lífið. Og ég kendi þeim ekki bara eðlis- og efnafræði, ég kendi þeim bara alls konar hluti lífið og ég oft fengi frá gömlu nefndum minna að ég kendi þeim mest af öllum kennurum, ekki fæið sem ég var að kenna þeim, heldur það sem var í kringum fæið, bara umræður í skólastofinu, bara lífið og tilveruna og félagsstarf og hvernig við vinnum saman og hvernig við bara rétt og rangt og skilur mig, réttlætiskend og skilur mig, taka ábyrgð á gjörðum sínum og þetta allt saman. Þannig að það sem eiginlega brendi mig út sem kennara var þetta stuðningsleysi sem skólinn gaf mér, skilur mig. Þannig að skólastjórnin stóð ekki með kennarunum sem voru að reyna að mælda þessu? Nei, sjaldnast. Heldur þetta ekki að hafa breyst í dag? Nei, þetta er verra í dag held ég. Nú það? Já. Þetta er versnað ef eitthvað er. Og þeir foreldrar sem heyrist í
það eru þessir foreldrar sem eiga erfiðu nefnuna. Og svo kannast þau að setja ykkur, ég meina barnið mitt haga sér aldrei svona heima. Nei, nákvæmlega. Og akkur leifir því þá að haga sér svona skólan. Heldur að kennararnir séu að ljúpa barnið þetta? Skilur við? Það voru bara kennararnir, vanhæfir að kennararnir voru bara að hitta þetta og ég man ekki, sko, einu sinni greip ég lítinn hóp í að ég var að kenna stjörnufræði og þetta var í, held ég, 6 vikur sem var þetta stjörnufræði hluti af raungrunarnáminu. Og ég tók það og kenndi á þann hátt að það voru engin próf, engin verkefni, en á þessu 6 vikum áttu þau að skrifa ritgerð, 4-6 sína ritgerð, heimildarit, ég var að kenna mér búið til heimildaritgerð, þar sem þau máttu ná sér heimildir hvaðan sem var, en þurfti alltaf vitni heimildir, þetta er bara undirbúin, þetta er síðasta ári í Gagó, ég er undirbúið fyrir menntaskóla, þar sem ritgerðir eru stór hluti af náminu. Það er enginn sem kennir þeim raunverulega ritgerðasmíði, heimildaritgerðasmíði í grunnskólum, þetta lærir í menntaskóla. En ég var að kenna þeim þetta og að vinna í hóp, að vinna 4 saman í hóp og þau átt að skipta á milli sín, þau réðu hvernig, þau átt að skipta á milli sín hverjum hlut, hvað hver kerði, allir átt að leggja jafnt í púkið, enginn átt að komast upp með að bara sitja á kantinum og 2 skrifuðu ritgerðina, vegna þess að þau átt að halda líka tímaskýrslu hvernig þau unnu ritgerðina og hvað hver gerði, til að tryggja það að allir tækju þátt. Og eina skýring sem ég setti var ekki stela texta á þess að vitni í hann. Þið verða umorða og vitni í heimildir. Annars bara fá þið 0. Annars er þetta bara svo svindl á prófi. Og ég stóð mjög strangt á þessu og þegar 6 vikur í tímum hjá mér gáttu að leita til mín, gáttu unnið í hópum og ég labbaði á milli og aðstöðu þau og gaf þeim punkta og eða eitthvað spurningar, gæti hjálpa þeim. Og eftir 6 vikur áttu að skila þessa ritgerð. Einn hópur skilaði ritgerð og ég fór þá á netið með texta, ég gerði allar ritgerð, alltaf aðdáð hvort það væri stólið, set textabrot inn á netið í leit og fann orðrétta sömu ritgerð, algjörlega stólin, hrá og ekkert vitnað í þessa ritgerð, ekkert sagt að þau fengi, þau bara stálu ritgerðinni bjarga sér og vitnið í þær heimildir sem var vitnað í ritgerðin sem þau stálu. Og þau unnu þessa ritgerð á einhverjum 6 klukktímum. Þau fóru bara á skrifstofu hjá einhverjum foreldrum sínum og á 4-6 klukktímum skrifuðu þessa ritgerð. Þannig að 6 vikna kúrs unnu þau á 4-6 klukkutímum og ætlaði að fá góða einkunn. Og ég greip þau, ég segði, þið eru gripin, ég gaf þeim 4 einkunn í staðinn fyrir 0. Mér rétti átti að gefa þeim 0. Ég sagði, ég gef ykkur 4, þetta er góð viðvörun, ef þið gerir þetta í menntaskóla þá fáið 0, þið getur rekið úr áfanganum. Þetta er bara svindl, ekkert annað. Ég hef búin að segja ykkur þetta margoft. Eftir þetta var ekki slæmi nemendur, þá ég kallar á fundi á skólastjóra, þar sem foreldrar höfðu kvartað undan því að krakkarnir hefði fengið 4 einkunn. Ég sagði, með einföld skýring, þau svindluðu. Já, okkur finnst það dálítið strangt samt. Ég sagði, hvað meina strangt? Þau svindluðu, þau stálu ritgerð. Þetta er ekki þeirra ritgerð. Já, en þetta voru helviti strangt hjá þau samt. Strangt, ég gaf þeim 4. Ég átti að gefa þeim 0. Já, en okkur finnst þessi einkunn, ég held að þau myndi ekki sett sig við það og voru foreldrar fyrir að stjórna því hvað einkunn. Já, foreldrar átti að stjórna því hvað einkunn nemendur fengu í stjörnufræði. Af því þeim fannst það var lagt svo mikið á sig. Þannig ég segi bara, heyrðu, ég greinilega ekki hæfur til að gefa þessi einkunn. Ég sneri ritgerð, ég hafði með báða ritgerðir fram að það, bæði svo orginal og þeirra ritgerð. Ég segi, heyrðu, það er kannski best að þið bara gefið einkunn, ég greinilega kann þetta ekki. Þannig ég rétti að ritgerðina og ég framhaldi þessu sagði ég upp. Þetta var svona loka punkturinn af hryggleisi skólastjórnenda af þessum punkti. Og eftir að ég hef lett í svona sveipuðum stöðum með stöður, þar sem ég bara sá það, ég veistu, hvað er ég að reyna að kenna þessum krökkum? Ég var bara að mæta, ég var bara að kenna þeim og mér er að vera skýt saman þessar krakka. Heldur að sé þannig í dag? Kennarar sem vilja raunverulega taka á agamálum, þeir þurfa annarkvort að vera með þvílíkt bein í nefinu og sjálfstæður og skýt saman hvað öðru finnst, eða lát undan skólastjórn, lát undan þessu yfirvaldi sem er skólastjórn með gerðjandi foreldrar á bakinu. Þannig skólinn er gerður ábyrgur fyrir öllu. Já. Alveg saman hvort það er gott eða slæmt, það er bara skólinn ber ábyrgðin á þessu. Já. Þannig að þá er skólinn í sjálfu sér bara uppeldisstofnun en ekki menntastofnun. Já, hann er orðinn geymslustofnun meira. Já. Menntun er orðinn aukaatriði. Við erum farin að geyma börn okkar á skólum, hvað þau læra þar, hvað þau taka með sér út í lífið, er meira aukaatriði. Bara gefa þeim góðar einkunnir, það geta haldið áfram. En að öðru leyti, ég vil ekki að það ægir barnið mitt. Ég get ekki ímyndað með þessi gott fyrir neitt barn að fá svona freebase. Auðvitað ekki.
Nei, en svo maður þetta rífast það fram í dauðan, sko. Já. En hvað tekur við eftir þetta? Þarna ertu sem sagt komin í sambúð, börn? Komin í sambúð, já, meðan ég var í kennaraháskólanum, eignast ég fyrsta son minn, hann fæddist 97 og ég útskrifast 98 og í framhaldi af þessu fer ég bara að kenna, já, eignast svo annan og svo þriðja strákinn minn, ég á 3 stráka með þessari konu, Huldu. Og síðan þarna meðan ég er að kenna í Gagg og Mós, þá hérna kemur Diddi, kallaður, til Íslands, býr í Hollandi og ákvað að opna Harley Davidson umboð á Íslandi. Já. Og hann hringir í ákveðin mumma og segir, mummi, veist þú ekki eitthvað sem getur rekið þetta fyrir mig? Og þessi ákveðin mummi bendi honum á, heyrðu, akkur hringir ekki Sigga-Palla? Og Diddi þessi, sem ég aldrei heyrt áður, hann hringir í mig og boðar mig á fund og við hittumst niður í Harley-umboði og það var alveg kvöldið áður en hann var að fljúga aftur heim til Hollands. Og það var allt tilbúið, kom með umboð og kom með mótorhjól og búið að setja upp allt saman, en það vantaði einhvern að reka þetta. Þetta kvöldið áður en hann fór aftur út, þá riðaði mig, ég kom og við tókum fund og hann bara leit með að lyklana, þetta til að reka þetta, og ég bara, ekki málið. Svo bara fór hann út og ég rak Harley-umboðið þarna í nokkur ár, í einhver, 6 ár eitthvað, niður á Sæbraut og hluta til, og svo fluttum við upp á Grensásveg með umboðið og ég var þar í einhver 2 ár held ég svona, og svo flutti Diddi til Íslands. Hann svo tók aldrei við minni stöðu, þannig ég er svona smátt og smátt hætti þar. En nú er ekkert Harley Davidson umboð á Íslandi lengur? Það fór á hausinn 2007-08 þegar kreppa kom þá. En er þetta ekki franchise fyrirtæki þannig að út í bæ annar einhver getur talað við Harley og opnað aftur? Jú, það væri hægt, en það bara, ég veit ekki hvort sem markaði fyrir það. Það er ekki það stór, hann fekk sko alls konar undanþágur, hann var með þess umboðið undir umboðin frá Svíþjóð. Já, svoleiðis. Þannig að hann fekk að vera svona hálfgett útibúð frá Svíþjóð, það með tengsl þar sko. Þannig að sko, skilyrði sem þarf að uppfylla til að opna Harley Davidson umborð eru rosaleg sko. Já. En það Harley er náttúrulega ekkert góð hjól, þetta er eiginlega næst bestu hjólinn, en þetta er allt í lagi, en þetta er svolítið yfirprísað og svona kúltúr kringum þetta. Mjög ómetin hjól. En ef við tölum Hondur aðeins, já, þá erum við náttúrulega komin í efsta lagið sko, í goggunaröðinni. En bursið frá Hondum, þú aldrei tala svona Harley aftur með mig. Stoppa hér. Ok, ég er búinn að eiga marga Harley. En nú á ég Hondu, þannig að Hondan er bara best. Það er svo gott kílóverið í Hondu. Já, það er reyndar rétt, það er rétt. Og Hondur eru reyndar alveg mjög góð hjól, ég átti frá Hondur og það eru fín hjól. Já, miklu betur en Harley með verð. Já, segðu það bara, en við gott og gátt rætt þetta. Við gott og gátt rætt þetta. Hættum að tala um móthjól. Ok. Yfir í annar. Já. Og þar tekur við hvað? Þarna á þessum tíma var ég var búinn að vera að kaupa nokkrar íbúðir, já. Ég byrjaði að kaupa eina íbúð þarna áramótin 99-2000 keypti ég einbýlishús og það fylgdi svona lítil geymsla undir bílskúrnum sem innvillaði þessa stúdíóbúð og byrjaði að leigja hann út og bara leigan á geymslunni borgaði afborgunum mín af húsinu. Þannig ég sá að þetta var kannski sniðugt business að fara í, að hafa svona til hliðar og ég var alltaf meðvitaður um það að ég vildi aldrei vera þröll launa minna. Þannig ég stemdi á það eftir að hafa hitt fullt af Amerikunum sem eru retired, skilur sést í Helgan Stein 45 ára og eitthvað. Þá hugsaði alltaf þetta langar mig að gera, hún var að setjast í Helgan Stein snemma. Þannig ég stemdi á það að ná að eignast 10 litlar íbúðir fyrir 50. Ef ég myndi halda stefnu, vinna 200% og svo fyrir sjálf mig kvöld og helgar, þá myndi ég kannski ná þessu. Þannig ég byrjaði 99-2000 með þessa litlu stúdíóbát undir í húsinu og svo fór ég niður í bæ og keypti hennar á Njálsgötu, eina litla íbúð. Og náðurðu 10 íbúð? Fyrir 50? Reyndar náðum við 20, já mest með 22 íbúðir. Fyrir 50? Já, fyrir 42 held ég þegar ég kom með þessar íbúðir allar. Góður? Og þá já, þannig að það var svona hliðarverkefni mitt, íbúðirnar, sem ég var að safna í, þetta var ellilífeyrir minn, sem ég var að safna íbúðirnar, leigan af því, fór í íbúðirnar, fór að borga niður lán, fór að borga rekstur, þannig ég var að reyna að láta það reka sig sér og svo var ég að vinna með bara 200% kennslu og Harley Davidson og ná mér í tekjur þar og svo fór allt í glessu þetta 2007-08 og þá fór hrunið góða, já. Og þá ákvað ég það að, já, fyrir þann tíma ég var byrjað að mála eins.
þegar ég var farin að vinna svo lítið í Hallveigsbúðinu, þá fór ég að mála, fór ég að taka upp penslan aftur og mála stórmálverk. Við hittust í einhverju stillansi í málningavinnu. Já, það var, þú veist, 20 ára maður eitthvað. Það var löngu áður. Það var þegar Hulda var í háskólanum og ég var að vinna við uppskipun og mála með þér. Ég er ekki með þetta tímaröð á þessu. Já, þá hef ég verið 24 líklega. Já. Ég man bara að við vorum upp í stillans að mála og kærastæðin var hinum með gluggan að læra eitthvað. Já, hún var málið Þóra baki gluggan og hún var inn í stofu og sökk í sætinu. Það var, já, 8 tíma þar, mála fyrir hann Arnar það ekki, hérna, mála. Og það er einhverja mánuðið saman. Það var þetta, já, þetta er eitt af þeim, veist, þannig áður þegar ég var bara í allskona mínu. Eins og ég var í uppskjöfu fyrir Jónar hérna í Hafnarfirði og var ég bara að grípa í allt sem gaf einhverja peninga. Nema hvað svo hérna, var ég að mála, já, og hélt nokkra sýningar og náði að selja ákveðlega málverkin mín og það var góðu tími. Svo kom kreppan, þá sprakk allt, þá hættu allir að kaupa, eins og segi, harðlega, og fólk hætti að kaupa málverk. Áður voru, þú veist, annað hvað maður að kaupa sér einbýlishús og kaupa málverk og harðlega í bílskurinn. Já, nákvæmlega. En þetta bara hvarf, fólk kom aftur á jörðina og hérna, ég hætti dálítið að mála líka. En þá eignaðist ég fyrsta tattoo-settið mitt. Og hafði alltaf gaman af tattoo, var alltaf sjálfur að fá mig tattoo og ákvað það að prófa að fá mig vél og prófa þetta eins. Og fór að ég með mótorhjólklús undir Hrafnar og þá koma strákarnir úr Hröfnum og þeir vildu að ég tattoo, svo ég fengi að æfa mig á þeim. Og það gekk bara nokkuð vel og allt í einu fór það að hlaða þetta á sig og ég var að tattúera heima, ég var svona vinnustofu heima. Og þegar ég fann að sjá það að þetta fara að vera alltaf álag á heimilinu, að vera alltaf með eitthvað fólk koma og fara hérna í tattúið, þá hringir í mig ákveð mummi. Aftur mummi? Rosa afl í mínu liðum, alltaf þessu. Og þá hann búinn að opna það sem hétt Mótorsmiðjan, sem var svona kaffihús. Eftir Mótorsmiðja? Já, eftir Mótorsmiðja. Það er ekki orginal Mótorsmiðjan? Já, ekki með unglingastarfið, heldur svona kaffihús, tattoostofa og airbrush og eitthvað og þú varst með tattoostofu en vandaði einhvern til að tattúara. Þú varst byrjaður að bóka fólki tattoo en vandaði einhvern til að tattúara. Þannig að þú hringdir og segir, getur ekki komið niður og tattúafrið mér eða eitt gaur eitthvað. Þannig ég var farin að fara svona einu sinni tvisvar í viku niður í Mótorsmiðju til þín að tattúara fyrir þeim, mástu. Síðan var ég búin að gera þetta einhverja, ég man ekki, 2-3 mánuði eitthvað, þá komst þú með þá hugmynd. Skiljulega, akkur tekur ekki bara við Mótorsmiðjunni, komum bara út. Og þá talaði við Hadda vinn minn, Hadda Drega, sem var mótorhjólafélagi. Og hann var þá að leðursmiðjast, smíða, veist, alls konar armbönd og töskur og drasl. Og ég spurði, akkur tökum við ekki bara saman? Þú erum með leðursmiðju, ég er með tattoostofu og rekum þetta bara sem góðgerðarfélag, bara, veist. Og verðum bara hópuð saman og Hrafnandi mínir, klúbburinn minn, hann var með mótorhjólinn sinn í bakhúsinu þar sem þú hafðir íbúðina. Og svo var bara kaffihús og ég getur verið með mat og uppákomur og svið og trommusett og öll hljóðfæri og box og svo leiðum við smött í smiff, rakarastól og gerðum svona smá komun úr þessu og þarna kom bara alls konar lið að og ég og Heddi rákum. Þetta var cool staður. Þetta var ógeðslega gaman og í 8 ár vorum við með þessa bara félagsmiðstöð, mótorhjólamanna og tattoo og tónlist og alls konar uppákomur og tónleika og þvílíkt líf og fjör. Já. En síðan lokaði þar 2014, eða ég maður rétt, þegar að elsti sonur minn gafst upp á Íslandi og sagði að það er mér langar að flytja til útlanda. Ég var bara að tala um það í 20 ára við fjölskylduna, flytjum út, prófum það. Og konan var aldrei á því að flytja út, hún vildi vera hérna á Íslandi. En þegar elsti sonur fekk nóg eftir 2 ára af sumarleysi á Íslandi, að þá taka það mig á fund og segja, okkur langar að flytja út núna. Þannig að við settumst niður og fórum yfir okkar plön og skoðum hvað getum við gert og endanlega niðurstaðan var svo að við fluttum til Kanarí með alla fjölskylduna, leiðum út húsið, allar íbúðirnar voru í leigu og lokaði mótorsmiðjunni og já. Restis history. Restis history, svo hef ég verið svona búandi með annan fótinn á Kanarí. En þú átti eign á Kanarí? Já, ég á lítinn helli. Ég hef verið svo frægur að vera þar í einhvern tíma. Já, og komið heimskuð þar. Þú komst bæði að heimskuð þegar við byggum í Vesindarí og öðrum bæ. En síðan komstu, eftir við skildum ég og konan, þá við áttum 4 regnir á Kanarí, hún fekk 3 og ég fekk hellishúsið, sem var svona meira mitt, svona gæluverkefni. Mjög fallegu staður.
Já. Sardinia, heitir það ekki? Nei, Sardina. Sardina. Sardina del Norte. Já, Sardina á Gran norðursins. Canary. Já. Þetta er svo hinni skilji það, þetta er svona hellir inn í klett Já. og byggt utan á það, þetta er mjög spes. Já, þetta er speshús. Alveg við sjóin, alveg bara við ströndinni. Hvet ykkur til að fara inn á Facebook og finna Siggapalla og skoða myndirnar hjá honum. Já, getur það. Þetta er geggjað dæmi. Og síðan þá, þið skiljið þarna, þú ert eftir á Kanaríu Já. og nú hef ég fylgst með þér á Facebook í nokkur ár. Þú ert búinn að vera allstaðar. Já, eftir að við skildum, þá sko, tveir elsti strákarnir voru fluttir að heiman, bara konum í sitt líf eiginlega. Yngsti bjó ennþá hjá okkur, hann var þá 15 ára. Og um vorið þarna þegar hann er verið 16 þá flyttur, sem sagt, fyrrandi konu mín heim með hann og flyttur í húsi okkar auðvitað. Og ég verð eftir á Kanarí í smá tíma og kynnist á nýju konunum minni þar. Og hún er barnlaus og hún vill svo skella til að koma út með eftir við byrjum að deyta. Hún er í sama brans og ég, hún er með íbúðir í Rúmeníu sem hún er að leigja út. Já. Og Þannig eru bæði svona bæði sama bransa. viðskiptamógulari í húsnæði. Já, má segja það. Vel Og hún var búin að sagða, hún var með öðrum spænskum manni í 10 ára áður og á þeim 10 árum þá vann hún sér inn og eignaðist þessar íbúðir í Rúmeníu. Og þannig að hún hefur tekið sína frá Rúmeníu og ég hef tekið mína frá Íslandi og við erum mjög raunverulega frjáls og laus til að ferðast. Þannig að við höfum, Hvar áttu heima núna? já, heim á Íslandi, Rúmeníu og Kanarí eiginlega, má segja. Ég er með lögheimili á Íslandi og bý á Íslandi en er mikið í Rúmeníu og Kanarí, við hefum íbúðir á báðum stöðum, þess að húsið á Kanarí og íbúðir í Rúmeníu og svo ferðustum við mikið líka. Við erum svona faraldsfætið dálítið svona þvælust. Tókum 3 mánuði til dæmis í Suður-Ameríku núna í vor og Þú verið áður þar að þvælast. já, við höfum tekið síðustu 4 árin, höfum farið alltaf vorið og verið 3 mánuði í Suður-Ameríku. Akkur í Suður-Ameríku? Og bara langa klára, bara heimsækja öllum, tókum 3 mánuði einu sinni alveg bara í Brasilíu, tókum alla Brasilíu alveg fyrir vendilega. Svo næsta ára eftir tókum við norður hluta Suður-Ameríku, tókum Kólumbíu og eitthvað að Karibíahafinu og Ekvador og eitthvað. Og núna síðast tókum við síðan hérna Argentínu, Chile og Perú og Bolívíu og Ekvador og, já, og hérna Úrúgvæ segi ég. En hvað er bak við þetta? Er þetta bara að sjá heiminn? Já, ég hef alltaf haft, ég hef þetta frá pappa líklega, hann hefur svo svakalega þörf eða löngun til að skoða heiminn og sjá nýja staði og menningu og kynnast nýju fólki og veist. En hvað er þá planið núna? Veist, þú að dreina, konaðinn, þannig þið eru væntanlega á leiðin úr landi Ég ætla að fara í haust til Kanarí til þess. og þá farið þið til Kanarí. Já. Og haldið þið svo bara áfram að þvælast heiminn og bara skoða og upplifa og... Já, við erum aldrei minni eins konar... Á ekkert að vera neitt stabilitet, Siggi? Nei, síkunarlífið hentar mér mjög vel. Ég veit að fullt af fólki skilur ekkert í þessu en ég er... Finnurðu fyrir því? Já, fullt af fólki, hvernig nennir þessu, skilur mig, hvernig... Og þegar ferðust, þeir eru alltaf bara með lítla handtösku og búa 3 mánuði í lítla handtösku, það er eitthvað sem enginn skilur. Nei. Og við ferðast alltaf mjög létt, eins og við tekum aldrei fargur, alltaf bara með handfargunum með okkur. Þannig að við hefum öll þegar flugvél lendir getum við bara hlaupið beint út í rútu eða leigubíl eða, veist, mjög laus og liðug með þetta. Og hérna, síkunarlífið að þessu leyti, síkuna hippa lítið, það finnst mér mjög heillandi að vera alltaf svona laus og liðugur. En svo verður maður pínu þreyttur, veist, núna alltaf sér á Íslandi í sumar og erum pínlega að kvíla okkur bara, raunverulega, bara svona safna hlaða batterið. Ef við erum engin langtímaplön, við vitum hvað okkur langar að skoða í framtíðinni, svo bara þegar kemur að því þá ákveðum bara, erum við í stuði núna til að fara til Asíu núna og taka þar einhver lönd eða... Þannig að næsta vor er planið að taka Asíu ef við höfum hlaðið batterið nú vel. Ok, þannig þetta er bara á dagskrá að skoða heiminn meira, það er ekki svona flytja í blokk í Breiðholti og... Nei, það myndi ekki. Veist, og fara að hella upp á kaffi og eitthvað. Það er ekki þinn tebólli? Nei, ekki alveg, nei. En ég skil fólk sem er það líka, sko. Fólk sem vil bara eiga sitt heimil og þeirra heima höfn og bara búi í svona húsi og líði vel, bara er heimakært og svo ferðast það, veist, fer kannski til Spánar 2 vikur eða Bandaríkjanna eða, veist, eða tekur ferðalög en kemur heim í heimahöfnina og er þar með sína rútínu og sína vinnu og sína fjölskyldu kannski og hér er náttúrulega rætt ekki ára vinnir og ég skil það mjög vel líka, en það bara henta mér ekki eins vel. Nei, bara vel gert. Konaðinn er frá Rúmeníu, upprunalega. Já. Hvernig líkar henni í Ísland? En við verðum að vita það, Siggi.
Það sem hún þolir í Ísland er það sama held ég og flestir Íslendingar þolir ekki. Það er veðrið, það er þetta veðurleysi. Það er viðbjöður. Já, þetta maður getur aldrei treyst á árstíðir. Það er bara eina árstíð í Íslandi. Þannig þú sér ekki fyrir þér að þið myndu setja stað hérna einhvern tímann? Nei. Nei. Ég sé ekki fyrir mig heldur að myndu setja stað á Spáni eða í Rúmeníu. Nei. Þannig að það á eftir að finna staðinn? Já, ef við finnum hann ekkert. Ég held að við munum aldrei finna hana því Ísland er besta land í heiminum á sömurinn. En á veturna finnst mér ekki eins það er öllu verra á veturna. Öllu verra. Og Spánn er, mér finnst Spánn, eftir að hafa búið þar allan tíma, þá sé ég alltaf betur og betur og betur hvað mér finnst Spánverjar, þess að Spánn ekki vera land fyrir mig. Það er alls konar reglur og kerfi sem er mjög þungt í vöðunar og þetta er erfitt land til að búa í, finnst mér. Ég er nýbúinn að vera á Spáni, þegar þar sagði einhver að Spánn var í fínni eða var ekki svona mikið að Spánverju þar. Já, það er Frakkland. Það er Frakkland. Já. Frakkland er mjög yndislegt land, það var ekki svo mikið af frökkum þar. Já. Þetta er eins og segja alltaf með túristalega, ég þoli ekki túrista. Túristar er alveg í lagi svo lengi sem þeir halda sig heima hjá sér. Ég býð inn í Grímsnesinu og þeir eru að drepa með sér túristar. En það er annar þáttur. Já, það er annar þáttur. En við erum komin að lokum þessa þáttar. Já. Öll gleði tekur enda, Palli. Þetta er eins og með djammið. Það þarf einhvern veginn að stoppa. Það er einhver staðar þarf að stoppa. Annars endur þetta bara í vitleysu. Já. Við erum sem sagt með þá á hreinu báðir tveir. Það voru gaman að sitja og spjalla með þér. En fyrir ykkur sem er að fylgjast með þessu í minn, þá lítum við svona út og við erum bræður. Já, veit svo til. Já. Hann er einn af þessum fjórum sem að... Það veist, í þessu. Að fá bróðið sinni viðtal á ákveðin forrindið. Já. Og að komið viðtal til bróðsins er líka þegar forrindið. Já. Þannig að ég og þessi ónefndi fjöllistamæður hérna, Sigurður Páll, a.k.a. Siggi Palli, við höfum svona verið samtvinnaðir í gegnum gleði og grín og harm. Þú var mörg gleði ólst mjög upp, kallið minn. Já. Þegar mamma hendi mér út, mástu, hver hýsti mig, mástu, þannig að hann er í... Ég veit að það þannig að ef ég ætla að skrifa bókina mína lífsævi, þá þurfti að tala á alla aðra en mig, því að ég man ekki neitt. Já, ok. En bara þú segir það. En við höfum alltaf verið samtvinnaðir, elsku bróðir. Já, þannig. Heyrðu, takk fyrir að horfa eða hlusta eða út inn á Spotify og allir þættirnir eru aðgengilegir þar inn á Spotify altså og inn á týr.is. Þar getið þið fylgst með okkur og þetta er þáttur númer 40. Tekinn upp í Blómaval í Hveragerði, með áherslu á Hveragerði, ekki Hveragerði, það er hvar og hvenar og Hveragerði. Erum við ekki að fara rétt með þetta? Jú. Út grunnskólakennari. Já, þetta er mjög kjarnvísla sem þú ert að tala hérna. Já, og alveg kom að segja við þig, elska þig bróðir. Elska þig bróðir. Takk fyrir að vera með okkur, takk fyrir að horfa eða hlusta. Takk fyrir mig.